Góðan daginn og takk fyrir góð erindi hingað til. Ég heiti Ágúst Arnar Bjarnason, er verkefnastjóri hjá Samtöku ferðaþjónustunnar. Það er búið að kynna þátttakendur. Það er fyrsti liður á dagskrá mér, þá get ég bara krossað það út. En ég sá þetta svona fyrir mér sem svona 3 skref. Að það er að taka smá umræðu hvernig staða öryggismála er í dag, hvert við viljum komast og hvernig við viljum komast okkur. Það er að segja ef hún er ekki bara frábær staðan í dag. En við byrjum allavega bara á því að reyna átt okkur að hver staðan er. Á árunum 2010-2018 þá var hérna lygilegur vöxtur sem við þekkjum flest. Síðan þá hefur vöxtur svona að ákveðnu leyti staðið í stað, mögulega minnkað sums staðar og vaxið annars staðar. Og við höfum farið úr þessum hraða vexti í svona kannski meiri þroska í greininni. En þessum breytingum fylgir auðvitað spurning öryggismál og spurning hvort öryggisumgjörðin hafi þróast í takt þessar breytingar. Þess vegna langar mig bara svona að byrja bara að láta mikrofóninn rúlla hérna yfir. Hvernig myndu þau lýsa stöðu öryggismála í ferðaþjónustu í dag? Er þróun jákvæð? Er einhver rauð flögg farin að flagga? Er eitthvað sem við þurfum að passa okkur á? Ég myndi segja að sko, að því þú vísaði nú aftur til ársins 2010, fyrir mörgum árum síðan, og þá var náttúrulega allt önnur staða í ferðaþjónustunni heldur en núna, bæði hvað varðar hvenær fólk er að ferðast og hvað það er að gera, má segja. Það breyttist svolítið bara við, bara kannski á þessum árum í kringum efnahagshrun og Eyjafjallajökul og allt. Og ef við horfum annars á þetta fyrirtækjana, þá held ég að fagmennska hafi aukist hjá fyrirtækjunum, alveg tímalaust. Og eins held ég að ef við horfum svo hinum megin frá á áfangastaðina, þá held ég að þessi sitt hvað búið að gerast þar. En auðvitað er það þannig að þessum verkefnum lýkur aldrei, að því að bæði koma nýjar áskoranir, það verða til nýjir áfangastaðir og svo koma upp kannski ný afþreyingatækifæri sem kalla á nýja þekkingu og nýja reynslu og nýja nálgun í öryggismálum. Þannig ég held að við séum alltaf á réttri leið, en við verðum aldrei komin þangað. Takk fyrir. Já, ég get svo sem tekið undir þetta bara svona frá mínum utan að komandi sjónarhóli svolítið þá finnst mér fagmennskan hafa aukist í greininni eftir að ég byrjaði fyrst. Við erum náttúrulega meira í náttúruvendinni, við erum út á svæðunum og erum að fylgjast með þeim og að sé vel gengið þau, en auðvitað eru öryggismálin mjög mikilvægt fyrir okkur líka, þannig að þetta er eitthvað sem við fylgjumst með. Hvernig staðan er í dag finnst mér samt, það kom svolítið glöggt fram hjá Dagbjarti í kynningunni áðan að við erum ekki alveg með heildarmyndina og þess vegna er þetta verkefni, þessi miðlæga atkvæðaskráning, ég held að bara vera svona mikil atriði til að átta okkur á stöðunni. Þannig að ég bara fagna því innilega að við séum að bara stíga það skref sko. Já, sælverið. Ég held nú ljóst að hjá löggunni hefur sannarlega fundið breytingar á undanförnum misserum eins og þið og bara aðrir sem er að ferðast landið. Þannig að og áskoranir hafa komið nýjar, en það sem kannski staðan í dag hún er alveg ágætt myndi ég segja, en það er fullt af snertiflötum sem að þurfum að huga betur á og getum gert bara strax betur í og til að átta okkur á hvað stendur upp á okkur sjálf svona hverju sinni. Og það er svona kannski ekki nýyrði, en það er svona, við fjöllum mikið þessar sviðsábyrgðarreglu í dag. Hvað bara stendur upp á mig, hvað stendur upp á ykkur að taka á móti og vera að bjóða upp á þjónustu, hvað þurfum þið að gera, og það er búið fjallum aðeins í morgun akkurat hvernig með plan A, B og C og hvað þarf ég að vera tilbúin til að gera og en ég segi, áskoranir sem að kannski koma helst inn á borð til okkar eru umferðartengdar, það er svona algengasta og þá samhliða kannski veðurtengdar. En síðan þegar óhöpp verða, að þá er spurning, og þá getur við sagt, við kannski upplifum svona alla flóruna í hvernig menn eru svona klárir í bátana með viðbragðið sín megin. Þegar að þeir eru kannski, þegar að eru hvort sem eru einstaklingar á ferð á sínum vegum bara, eða hvort að það er undir einhverjum formerkjum einhverja ferðaþjónustu eða slíks.
Þannig að það er svona tækifæri held ég sem að væri mjög auðvelt að strax að horfa til í þeim þætti með sviðsábyrgðina, með svona framlínu fólkið, hvernig það er tilbúið til þess að bregðast við þegar að það þarf ekkert mikil skakkaföll kannski á okkar mati, okkur finnst kannski eitthvað léttvægt, en fyrir kannski viðkomandi aðila sem er í einhverjum aðstæðum sem hann aldrei lenti áður og í ókunnu landi og á ánals, að þá er þetta bara atburður sem maður munur aldrei gleyma. Þannig að það er svona snertiflötu sem að ég myndi vilja svona horfa til í fyrstu ásamt nokkrum öðrum. Já, takk fyrir. Já, það er búið að vera, eins og þú segir, gríðarlega vöxtur undanfarna árum. Sem að hefur svona kannski náð ákveðnu jafnvægi á þessu ári og svona við stefnum í svona ákveðnu jafnvægi. Okkur það tækifæri að staldra þess við. Erum við með allt á hreinu. Við sáum hérna tölur áðan frá Hæfnisetrinu úr könnuninni sem að sýna það fyrir ekki alveg saman hljóð og mynd að því hvað við teljum við vera að gera og hvað hinir eru að gera. Ef að allt væri eins og það ætti að vera, þá væri báðir hátt uppi. En það virðist ekki alveg vera þannig. Þannig að við höfum allavega ekki alveg sama álit á önnur fyrirtæki heldur en okkar. Og það er klárlega rautt flagg, myndi ég vilja segja. Að við erum ekki samstíga og við teljum einhvern veginn ekki aðra ekki vera á sama stíg og við. Við sáum það líka, það eru bara helmingin af fyrirtækjum sem eru með lögbundnar öryggisáætlanir skriflegar. Það er búið að vera í lögum síðan 2018, menn ég var með skriflegar öryggisáætlanir. Helmingur fyrirtækja er ekki með það, að eigin mati. Þannig að já, það er klárlega rauð flagg. Við erum líka búin að sjá, þó svo að þessi vetur hefur svona í heild sinni kannski verið svolítið góður, en svona undanfarna vikur hafa verið svona, já, frekar erilsamar, en ferðaþjónustu fyrirtæki slá ekkert af. Þeir leggja af stað að keyra lokaða vegi, tala sig fram hjá lokunum. Sum ferðaþjónustu fyrirtæki leggja af stað vitandi að það eru 37 metrar á sekundu í kviðum. Þannig er bara eitthvað að, sko. Þannig þurfum við þurfum bara aðeins að hysja upp okkur þegar þetta varðar. Ég er ekki að segja þetta sé algilt, ég tek það fram. Algilt og almennt er ferðaþjónusta, skipuleg ferðaþjónusta á Íslandi mjög örugg. Og við sjáum, miðað við þann fjölda ferðamanna sem eru að koma til landsins, þá sjáum við fá tilfelli í skipulegri ferðaþjónustu sem að er mjög mikilvægt að við höldum á lofti. Við sjáum aftur á móti líka svolítið af atvikum og slysum í, já, svona það sem að ég myndi kannski svolítið segja afleið ferðaþjónusta, menn sjá myndir frá fallegu myndir sem að ferðaþjónustan er að birta á vefnum og segja, hvað, ég get nú gert þetta sjálfur og og lenda í vandanum. Þannig að en ferðaþjónustan heild sinni er að standa sig vel að mínum mati. Og mjög. Ég ætla aðeins að fá að spyrja Óli og bæta þess við það, því að hún kemur frá, hún er með fyrirtæki í rekstri, með fjöldarekstur, sérstaklega svona fókus á vetrarferðamennsku. Og með það sem Dagbjörn talaði núna og það sem við sáum áður á niðurstöðu könnuninnar, þá er 56% með skriflegar öryggisáætlanir. Sem er lögbundið, það var þessi tala á að vera 100%. Með þess að mögulega meira en það, að því við erum erlenda aðeins líka sem komum. Sama tíma telja 85% af öryggismál séu bara í þokkalega góðum farvegi hjá sér, en á sama tíma 37% meta stöðu íslenska ferðaþjónustu almennt í öryggismálum frekar eða mjög sterkar. 37% og 85% er megin fyrir út frá fyrirtækilegin. Af hverju heldur að þetta sé svona? Treystir þú ekki öðrum fyrirtækjum sem fyrirtæki reikandi?
Ég held það er hans að rýna í hvernig orðalag spurningana og svo held ég líka að vera ágætis ábending hjá Sólveigu að þetta fyrsta könnunin sem að gerði. Þannig að við höfum þá í rauninni ekki einhver svona grunnlínu eða baseline. Við vitum ekki hvernig þetta og þetta skiptir gríðarlegu máli hvernig þú orðar spurningar og ef við horfum á 37% spurninguna, ef við köllum hana sem svo, að þá ekki alveg ljóst hvort að verið að vísa í það stöðu öryggismála hvað varðar fyrirtæki, hvað varðar umhverfið, hvað varðar það að það séu erlendi gestir að koma sem ekki hlíta reglum. Skilur það bara því eins og Dagbjartur segir, sé það svo að skipuleg ferðaþjónusta, sem ég auðvitað hluta, sé í nokkuð góðum málum, að þá, það væri áhugavert að brjóta þessa spurningu frekar niður og sjá nákvæmlega hvað það sem að fyrirtækjum þykir pottur brotið, bara til að geta svarað því sem þú ert að segja. Að ég held að sé alls ekki þannig að fyrirtæki treysti ekki öðrum fyrirtækjum, svona almennt séð og í heildina, en eins og að getur verið að fyrirtæki treysti kannski ekki alveg vegakerfinu, eða veðrinu, eða öðru fólki sem kemur, eða ferðamönnum sjálfum, eða hvað það skilur við. Þannig að ég held að það eitt sem að það kannski að bara rýna betur í sambandi þessa könnun, sem ég held eins og að sé mjög góð og góð byrjun, að ég held að skráning gagna, eins og atvikaskráningin, ég held að hún getur það líka leitt ýmislegt í ljós, sérstaklega þegar þú komið með þessa grunnlínu. Að við höfum heldur ekki gleyma því að ef mann horfir aftur, þannig til langt í fjarska í tíma, að þá, ég held, án þess að ég gæti kannski fullyrt það, þá gæti ég alveg trúa því að hlutfallslega hafi slysum fækkað á undanförnum 2 áratugum þegar þú horfir til þess hversu ferðamönnum hefur fjölgað gríðarlega. Bara alveg eins og með umferðarslys sem betur fer, ef þú horfir 30 ára aftur í tíma, þá eru miklu fleiri banaslys á vegum úti, heldur eru kannski núna í dag með miklu minni umferð. Ef ég man alltaf rétt, ef ég man bílinn upp á Hellisheiði og tölurnar það, sem var alltaf ókveikjandi, rétt. Þannig að við verðum svolítið að skoða þetta og setja í samhengi við heildarmynd, en án þess að ég ætli nokkuð að segja, og það sem ég held sem verst að við gerum, það ef að við myndum bara að segja, taka undir með Dagbjarti, þetta bara allt í fínu lagi og skipulegum fyrirtækjum, og svo myndum við bara setjast aftur og bara gera ekki neitt meir. Af því eins og ég segi, það verða alltaf nýjar áskoranir, við erum alltaf að vera á varðbergi vegna þess að öryggi í ferðum, og þá sér í lagi vetrarferðum, svona hornsteinn í orðspori Íslands sem áfangastað fyrir vetrarferðarþjónustu. Það bara skiptir alveg opáslegu máli að við höfum gott orðspor í þeim efnum. Glæsilegt. Það sem ég dreif út úr þessu núna að okkur vantar svolítið svona heildarmyndina í þessu. Við höfum síðan aukna fagmennsku síðust árin. Það svona ýmislegt sem hefur breyst. Varðandi umferðarslysið, það væntanlega ökutækjarnir betur líka á það stig. Við þurfum klárlega að gera betur þegar kemur að þessum lögbundnu öryggisáætlunum. Og svo eins og það kemur inn á, þá er það kannski mögulega að fara að ræða þessu fyrirtækjum um ákvörðunartökur og hvernig á að fara út í veður og hvernig ekki. En svona það svona það sem ég sé fyrir mér sem einhvers konar svona framtíðarsýn að við þurfum að halda áfram. Við þurfum að halda áfram að efla fagmennsku og við þurfum að svona, pústa þetta kanta sem oft eru svolítið út undan. En ef við horfum svona aðeins til framtíðar, segjum við 10 ár, hvað myndum við vilja vera? Ef við svörum þessu svona sirka út frá okkar hlut, það að segja við horfum út frá þínu fyrirtæki, ég áttum mig á þjóðgarðurinn kannski ekki að reyka ferðarþjónustu, við erum að reyka áfangastæði og lögreglun og svo framvegis. Hver er eitthvað fyrir framtíðarsýn og getum við nefnt eitthvað sem þarf að bæta? Ég fyrir eftir svo. Ég held að bara aftur, eins og ég bara kannski búin að segja of oft, að ég held að þurfa að halda áfram og þá koma upp nýjar áskoranir. Það koma upp nýjar áfangastaðir og ég held að við megum ekki gleyma því að fólk taki ábyrgð svolítið á sínu. Þjóðgarðarnir, þó svo að auðvitað sem fyrrverandi landvörður, þá gerir ég fyllilega grein fyrir því að það kannski fyrst og fremst að hugsa náttúruvernd í þeim efnum. En það eins og þannig að ef þú ert umsjónaraðili svæðis, þá ertu kannski svolítið orðin, pínu ábyrgur fyrir öryggismálum á því svæði, því það líka partur eins og við kannski gerum í gamla daga, þá hugsaum við náttúruverndin ekki síst út frá því að þú ert með góða göngustíga, til dæmis, þá er fólk ekki að labba út fyrir það. Þannig að þetta hangir svolítið allt saman. Og ég held að við þurfum að horfa til bæði skipulagsmála þá og uppbyggingar á svæðum í framtíðinni og því að, ég veit ekki, ég nú kannski orðin svo mikill anarkisti á eldri árum að ég veit ekki alveg hvort að þung viðurlög eða slíkt
geti orðið til þess að menn hysju upp sig. En mögulega, þú veist, þá að því að maður veit að þetta kemur þetta inn á tryggingamál og annað, kannski bara frekari hvatning og frekari umræða og kannski frekari útskýring á því að þó sé þetta sé kannski stundum tímafrekt að gera öryggisáætlun, þá það ekkit endilega, þú veist, það ekki geimvísindi, það flóknar að fara á bak við tunglið heldur en að gera öryggisáætlun. Þannig að ég held að kannski, já, og það að deila þessari þekkingu sem víðast, ég held að það skipti máli og eftir 10 ár þá myndi ég kannski vilja sjá að alveg eins og það orðið lenska að vera með hjálm þegar þú ert á skíðum, að það væri það bara lenska að vera með öryggisáætlun ef þú ert að bjóða upp á ferðir og að það væri lenska að friðuð svæði og svæði í einkaeigu sem eru að laða til sín fólk eða þó ekki sínum að sjá þau með tillit til náttúruverndarsjónarmiða að þau ræki þá ábyrgð að sinna þessum málum með all augu opin. Já, þannig að það verður bara að taka þessu og þetta alveg rétt. Ég sagði að það sem við erum að gera hjá Náttúruverndarstofnun að við erum alltaf aðili í náttúruverndi, en við gerum fleiri hluti. Og þarna til dæmis við að taka ákvarðanir bara opnanir og lokanir, aðgengi, hvar við að byggjum göngustíga og svo framvegis og þar koma öryggissjónarmið auðvitað fram. Þar að auki, þótt að það sé ekki innan einhvers skilgreinds laglegs hlutverks, þá höfum við einhverja mjög mikla upplýsingaskyldu. Einfaldlega þeirri ástæðu að okkar fólk út úr svæðum, þau eru kannski að vera vör við hættunar fyrst af öllum og við viljum geta komið þessum upplýsingum áleiðis, bæði til bara gert almennt en líka til ferðaþjónustu og það eitthvað líka sem við mættum vera mun sterkari í. Og kannski aðeins farin að snerta því hvernig ég sé þetta fyrir mér spurningin 10 ár fram í tímann að svona vinnandi í þessum málum þá eru hlutverkin samt ekkert alltaf skýr svona á milli ferðaþjónustunnar annars vegar, mismunandi aðilar þar innan, á milli þjóðgarðanna og friðlýstusvæðanna, viðbragðsaðila og svo framvegis. Þannig að ég held að svona á næstu árum myndi ég vilja sjá þessi hlutverk skýrast aðeins, meira samstarf, meira upplýsingaflæði þarna á milli, bara svona lítið atriði væri einmitt hvar við ætlum að miðla upplýsingum hættur, nýta svona fjölbreyttari lausnir til þess og já, þannig að fókusinn á mig svolítið svona hvað get ég gert, hvað get við gert. En auðvitað margt sem hægt að gera innan ferðaþjónustunnar og þessi lögbundnu öryggisáætlanir náttúrulega eitthvað sem þarf bara að taka til í strax. Þessar öryggisáætlanir ekki lögbundnar hjá okkur en við erum með svona öryggisáætlanir hjá öll okkar svæði og langflest allavega og þetta bara rosalega mikilvægt verkfæri að hafa. Já, ég myndi svona horfa á þetta held ég með skipta þess í tvennt. Það annars vegar hvað getum við gert í dag svona og til þess að mjaka okkur áfram og svona sem fyrirbyggjandi og að síðan hins vegar hvernig erum við í stakk búin þegar að við fáum verkefni í fangið sem að krefjast einhverja þjónustu, einhverja aðkomu. Þannig að ég held að eitt sem að þarf virkilega að taka regluverk að skilgreina. Eitt að vera með fullt af lögum og reglum og það nú svo sem eins og þetta umhverfi sem ég vinn í. Það endalaust vitnað í lög og reglur. En við getum alveg haft sumuleyti líka einfalda og suma flókna. Þannig að hann hætti einfalda líka sem sagt þá ábyrgðir og hlutverk þess aðila sem að sinna þessum málaflokki. Og það var nú nefnt hérna orðið kúrekar áðan og það nú kannski títt í ykkar samtölum stundum, en það ekkert síður kannski innan okkar að það eru alveg hópar sem eru kannski að vinna í þessum vettvangi sem eru ekki með hlutina á þeim stað sem að kannski regluverki í dag segir til og geta mögulega vísað í einhvern flækjustig og sem skapar einhver grátt svæði og núning og mögulega þannig að hlutinni fara ekki á þann veg kannski sem við viljum en við erum svona horfandi á þennan svona okkar sjónarhótti þá kemur eins og ég sagði dálítið að umferðinni og þá eru ákveðnir þættir sem við erum að fylgjast með og
Við getum alveg sagt sem stóru myndina að allir svona getum sagt stærri aðilar, allir aðilar sem að eru svona opinberir og bara viðurkenndir með sína starfsemi gagnvart þessum við erum að skoða eru almennt á mjög góðum stað. Það aftur á móti aðilar sem eru svona þá að fara eitthvað framhjá án merkinga og undir öðrum formerkjum heldur en að vera að fara með ferðamenn. Þannig að ef að okkur tækist að svona einfalda þetta eins og skilgreina betur, þá myndi það strax gera það verkum að það mögulega hægt að grípa þá fyrr inn í og koma að með einhverjum hætti. Gagnvart þá kannski starfseminni sjálf eins og hjá ferðaþjónustuaðilum að svona regluverki og líka bara þessar viðbragðs hvernig ætla menn að bregðast við innanhús og ég þreytist allavega ekki á að tala um það í þessu samhengi sem á mörg öðru að hvað getum við mögulega fengið í fangið og hvernig ætlum við að vera undirbúin og þið talið viðbragðsáætlanir, öryggisáætlanir. Það munu og að hjálpa virkilega og það það kannski sem við leitum í þegar að við fáum verkefni og þurfum að ræða við forsvarsmenn hvernig staðan hjá okkur, hvernig eru ykkar tryggingamál, hvernig eru þetta og hitt og hvernig eru öryggisáætlun og þá kemur svona kannski ýmislegt upp úr krafsinu bæði jákvætt og kannski sumt sem menn svo líka kannski svo nefnt held ég aðeins áðan menn telja þeir séu með bara hlutina í góðum stað en svo kannski þegar á reynir þá eru menn ekki alveg með það á eins góðum stað. Þannig að ég held að svona samtal þó líka innan ykkar vébanda það hvað felst í því að vera með svona belti og axlabönd í því að þjónusta fólk og þannig að þegar kemur líka að þessu sem ég nefndi aðeins áðan með svona framvarða í línuna ykkar að þá tekið allavega eitt svona vinkil að því að við erum reglulega í samskiptum við svona semst á aðila hvort sem hótel eða ferðaþjónusta eða hvað vegna einhverja atvika og það svona spannandi oft í litróf hvernig kannski viðbrögð eru og ég ætla ekki að lasta fólki sem að svara okkur eða vinna með okkur það kannski meira það bara það ekkert alveg á hreinu svona hver ætlar að gera hvað og hver á að gera hvað og hvert viðkomandi getur leitað. Þannig það svona vinkil sem að aðeins svona mætti stíga betur upp en svo einn þáttur sem kannski þið eruð ekki með inn á ykkar borði sem að í lagaumhverfinu hans vandamál það erlendir aðilar sem að fara hér og undir sínum eigin formerkjum og að þá myndast óbóðslegt flækjustig þegar að síðan eitthvað fer úr skorðum hjá þeim og það ekkert launung nærtækast að dæmi allavega okkar hér í augnablikinu þegar við fengum rúta sem valt inn í Öxnadal sem og svo mikil umræðum vísti við innan ykkar vébanda líka að það var bara veruleg áskorun að svona eiga samskipti og ná boðleiðum og gagnvart þessum hóp ekki persónum sem voru á staðnum heldur ábyrgðar aðilum þannig að það til svona snertiflötu sem að við sáum alveg vera með erlenda ferðamenn, erlend ökutæki, enga tengiliði, erlendan farastjóra, erlendan bílstjóra, að það mikil áskorun fyrir kerfið í heild sinni að taka á móti því. Þannig að það svona flokkast kannski undir lagapakkan sem að ég nefndi á sem að eflaust væri hægt að svona skoða betur. En svona gagnvart framtíðinni þá þetta svona einn punktar sem að ég held að við þyrftum að horfa til og sameinast betur áfram með. Já, takk fyrir. 10 ár fram í tíman, það heil eilífð. Það alveg heil eilífð síðan fyrir 10 árum síðan. Nei, já, við komum svolítið inn á regluverki, að það þarf að vera skýrt regluverk. Ég tek alveg heilshugar undir það. Ég fagna því svolítið að það sé verið núna að skoða regluverkið. Ráðherra hefur lýst því yfir að það sé verið að skoða lög stjórnsýslu ferðamála og þá með sérstaklega með áherslu á öryggi ferðamanna. Og það vonandi ætti að skýra hlutana betur og að ábyrgðarsviðið væri betur skýrt. Ég held að það stundur svolítið þannig. Eins og ég kom inn á áðan þá erum við að gera gott mót
ferðaþjónustan á Íslandi er að gera gott mót. En það er kannski líka annað sem við þurfum að hafa í huga, við erum öll gestgjafar. Ekki bara gestgjafar okkar eigin viðskiptavina, heldur við erum í raun og veru öll gestgjafar. Ferðaþjónustu fyrirtæki sem birtir frábærar myndir á heimasíðu sinni sem að aðrir reyna alltaf, eru hluti af þessu. Ég er ekki að segja að þeir beri ábyrgð á þeim sem koma á eigin vegum, en við þurfum einhvern veginn með að vinna að þessu í sameiningu. Ég lít, ef ég horfi 10 ár fram í tímann, þá horfi ég á þetta sem heilstæðan flokk þar sem að við vinnum öll saman að sama markmiði. Við vinnum öll saman í því að allir ferðamenn sem koma til Íslands eða ferðast um Ísland, því að við Íslandingar erum líka ferðamenn í okkar eigin landi, komi heilir heim. Ekki bara mínir ferðamenn. Og með því að meðal annars að styðja við hvort annað, styðja við önnur fyrirtæki, bara einfaldlega ef við erum að kaupa þjónustufyrirtæki, að kalla eftir öryggisáætlun. Erum við með öryggisáætlun? Skriflega öryggisáætlun? Ef ekki, þá bara þarf ég að leita annað. Skiljið, við getum sett sameiginlega pressu á okkur sem heild. Ég líti á þetta sem ekki sem eitthvað svona hlaup eða langhlaup, heldur þetta er sífellu verkefni. Öryggismál eru sífellu verkefni sem þurfum stanslaust að vera að vinna að. Þó við sem að gera gott mót, þá þurfum við að gera betur. Við þurfum alltaf að vinna því að gera betur. Og ég held að það sé svona rauði þráðurinn í því sem við þurfum að horfa á líka. Að það er svolítið það að við sameinumst það að gera betur. Og setjum pressu á hvort annað. Við erum bara gott að því. Bara gott að því að setja pressu á önnur fyrirtæki sem við erum að vinna með það að þau sinni sínu hlutverki. Það er klárlega. Þannig að ég ætla ekki að tegja þetta mikið lengra en það, en bara segja það. Já. En þetta er bara takk fyrir. Ég held að það sé góð punktur. Af því við erum nú á tíma og ég var svona með síðasta leiðina framtíðin hvað það að gerast. Það er svolítið búið að vera að svara því. Svona það sem ég gríp er að kannski fyrst og fremst þarf að skilgreina regluverkið. Og þá erum við að tala meðal annars ábyrgð og hlutverk okkar innan ferðaþjónustunni, ábyrgð og hlutverk þeirra sem koma að regluverkinu eins og lögreglu og hvað það verðum og fleirum. Og ekki síður svona aðrir punktar eins og til dæmis starfsemi erlendra aðila á Íslandi. Við þurfum líka að efla öryggismenningu fyrirtækja. Eins og til dæmis með þessi innan fyrirtækisferla, verkferla hvað að gera þess að við sáum það bara mjög vel á fyrirlutinu frá Samherja að það er ekkert mál að gera þetta. Við þurfum bara að fara í þá eitthvað. Og mörg fyrirtæki eru að sjálfsögðu komið þangað. Aukin samvinna, upplýsingagjöf og þess að þess. Og svo að einhverju leyti kannski skipulagsmál þegar kemur að ferðamannastöðum og eins líka bara að þá kannski vegagerðinni. Þannig að það er svona kannski framtíðin sem við sjáum fyrir okkur. Ég ætla að ítreka að Dagbjörn sagði þetta að íslensk ferðaþjónusta er að standa sig mjög vel. Fyrir þau ykkar sem hafa ferðast heiminn og farið í alls konar afþreyingu hingað og þangað þá hefur maður stundum staðið á gati yfir því sem er í gangi þar af því að við erum að gera hlutum svo miklu betur hérna. Hjálmaskylda til þess að mótorhjól er ekkert issue þar í öðrum heimshlutum. Þannig að við erum, eins og segja, við erum komin á fína stað en að sjálfsögðu þurfum við að halda á. Ég ætla að gefa eina spurningu úr salnum, af því ég vissi að það var einhver spurningu úr salnum, hver var með það spurningu? Það var ekki? Já, góðum. Af því ég er að rekna út á tíma og þær eru ekki búin að skella á mig.
Ok. Ég með það? Það góðið. Já, það í rauninni verið að sko spyrja því hvernig getum við náð til þeirra ferðamanna sem ekki í skipulegum ferð. Svona stutt útgáfa, það ekki? Já. Og þú veist í rauninni öryggi þeirra ferðamanna. Þú byrjar. Það fyrir það ræstu sig þetta. Herri, já, góð spurning. Takk fyrir hana. Og þetta og verður höfuðverk. Því að fólk sem tekur ákvörðun að ferðast á eigin vegum og gera allt á eigin vegum, að við þurfum stanslaust að vera að vinna í því að reyna að koma þeim í réttan farveg. Við erum í þann farveg í dag, heitir Safe Travel og Einar hérna með okkur í dag. Og þar myndi ég mæla með því að við reynum að nota eina morðpípu í að ná til ferðamanna. Það þýðir ekki það að Safe Travel að vera svo eini sem að gera þig. Eins og ég kom inn á áðan, við erum öll gestgjafar. Við þurfum öll, sama hvort að þetta sé fólk á okkar vegum eða ekki, að hjálpast að við að halda öllum örugg, að leiðbeina fólki, að koma með ábendingar herði, já, þetta fara þangað, herði, það verður sniðugt að kíkja þetta, eða þetta gæti nú verið fulllangt, ég mæli frekar með því að þú gerir svona að hinsegin. Já, meina, já. Nei, ég skil þig, sko, en hvatinn okkar má ekki vera peningileg service. Hvatinn okkar verður að vera öryggi. Og það að keyra ferðir á lokuðum vegum, bara til að keyra ferðina til þess að þurfa ekki að endurgreiða. Halló. Þarna er forgangsröðun klárlega algjörlega öfugt. Og við þurfum bara í sameiningu að standa að þessu. Ef það er vont veður, þá er ekki að hvetja fólk til að halda áfram. Þá hvetja ég fólk til að verða kyrrt. Og það þýðir þá það að já, einhverjir munu segja upp og afbóka gistinguna sína, en það er væntanlega einhverjir á staðnum sem að fara það ekki áfram og munu þá þurfa að bóka. Þannig að væntanlega gengur þetta einhvern veginn jafnt út, myndi ég halda. Þannig að við verðum að láta öryggismálin hafa forgang fyrir fjármálum. Það er svona, já, tóklega. Vil þið gefa bóttan með það? Ég held að sé kannski, sem við maður nefna í þessu, að það er bara áskorun hvernig getum við komið raunhæfri væntinga svona sín fólksins, til fólksins það að hvernig landið er, hvaða áskorun það með ástíma. En þetta er akkúrat hárrétt og við erum að sjá og þetta heyrum við reglulega í fjölmiðlum og er að koma atvik þar sem fólk er akkúrat eftir löng ferðalag lendi í hrakningum eða slíkt eða gerir sig ekki grein fyrir hvert það er að fara eða koma. Þannig að það er þessi væntingastjórnun hvernig þá áður, þannig að þegar við erum að kynna landið á öllum stöðum og þá á öllum síðum, við sjáum öll frá ýmsum síðum fólk er að spyrja mitt og þetta, en það er sá þáttur sem að er mesta áskorun að þessi raunhæft, fólk hafi raunhæfar væntingar þegar það koma til okkur. Já, ég er ekki viss með að hafi mikið við þetta bæta en bara þetta vandamál að fólk á eigin vegum sé að fara út í einhverjum vitleysu eða að gera annarkvort eitthvað sem það má ekki gera eða eitthvað sem stefnir öryggið þeirra í hættu. Við höfum alveg náð einhverjum árangri í svona afmörkuðum tilfellum. Ég er bara undanfinn eftir þegar ég er að byrja að vinna svolítið svona inn á hálendinu að þá voru bara svona morgnarnir byrja á því að við vorum að keyra og finna fólki sem hefði verið að stefast til að gista einhvers staðar. Og þannig í kampverjanum inn á hálendinu. Og þetta vandamál er bara varla til staðar þar lengur. Þótt að það sé eflaust til staðar einhverstaðar annars staðar. Þannig að við höfum náð árangri í einhverjum svona afmörkuðum tilfellum og ég held að með einhverjum svona samstilltu átaki getum við alveg líka svona sporna við þessu. En það er flókið sko og já, ekki síst svona
á þessum tímum sem við erum að lifa núna, þar sem að sanngildi upplýsingarna sem fólk að nálgast í fyrsta kasti á netinu ekkert sérstaklega mikið. Þá geti verið að það auki aðeins á, en ég held að við bara að sé það saman. Það bara við þurfum að vera samstillt í hvernig við ætlum að gera það. Hvaða upplýsingum við ætlum að koma áleiðis út af þeir. Þetta sé kannski sent sem ég myndi vilja nefna í þessu samhengi. Í fyrsta lagi held ég að í gegnum árin að við hefur verið farið af stað með upplýsinga, ég þoli ekki orðið herferðir, en svona upplýsingaherferðir á vegum Íslandsstofu sem að beindust sérstaklega að því að fólk sýndi ágæta hegðun, bæði í klæðnaði og hegðun og ýmsu öðru. Og kannski, þær lukkuðust margar hverjar vel og kannski ekkert af því að halda slíku á lofti, en það tengist á auðvitað líka erlendri markaðssetningu sem ekki að dagskrá hér í dag, en má náttúrulega alltaf ræða. Menn að eins og þú bendir á, þá þetta spurningin að ná til fólks áður en það kemur. Eftir að fólk komið, þá auðvitað þessi ábyrgð gististaða og annarra, bara að koma góðum og réttum upplýsingum á framfæri og kannski leiðbeina. Og ég var landvörður í þjóðgarði landsins, að þá vorum við oft í þessu leiðbeiningarhlutverki, og þannig að þetta á í rauninni með alla þá sem hafa snertingu við ferðamenn þegar þannig gerist, og stundum bara að vera svolítið móðurlegur og segja nei, væni, þetta gengur ekki. En það auðvitað vandamál að ná til fólks sem að koma og ekki að fara í gegnum ferðaskrifstofu, en við þurfum líka að passa okkur á því að fara ekki að líta á það fólk sem vandamál. En þess að sjálfsögðu höfum við öll ferðast á eigin vegu víða heim, og ég held að við að passa okkur á því að setja ekki upp þannig að þessi best að allir fari bara og básjá ferðarþjónustufyrirtæki, þó svo það náttúrulega bara alveg frábært. En vegna fólk ferðast á eigin vegum, og í gegnum það þá skapast líka ákveðin nýbreytni, það skapast líka ákveðin tækifæri fyrir ferðarþjónustuna. Þannig að ég held að bara aftur, við þurfum að finna leið til að koma réttum upplýsingum á framfæri áður en fólk kemur. Það gerist með ýmsum hætti og erfitt, og við skulum heldur ekki gleyma því að sumt fólk bara hlustar ekki. Það líka það, og það verður alltaf þannig. Ég held að þegar við tölum um það að vera með slysalausa ferðarþjónustu, það svolítið eins og ég man því að ég var lítil að þá var þetta Framsóknarflokkurinn með slagorðið fíkniefnalaust Ísland árið 2000. Ég held að við skulum líka við skulum bara passa okkur á því að setja okkur ekki í þá stöðu að við sem að segja eitthvað sem við vitum að gengur ekki. En okkar ábyrgð felst í því að gera eins vel og við getum, koma eins miklum og góðum upplýsingum á framfæri við ferðamenn áður en þeir koma og eftir þeir eru lentir. Ef að þeir hafa samband við okkur og eru komnir í ógöngur með sína komu, að þá einmitt að sína velvild og leiðbeina þeim eða taka einhverjar ákvarðanir sem ekki eru endilega bestar fyrir okkur. En líka mun eftir því að fólk mun ferðast á eigin vegum, það verða vandamál og það verða því miður alltaf slys, af því að því fylgir allt mannlegt atferli. Þannig að það kannski svona það sem ég myndi vilja segja. Já, svara þetta spurningunni. Já. Og ég með svona lokapunkt, ég ætla bara að byrja því að þakka fyrir plattform og þakka fyrir okkur. Varðandi þessa spurningu, þá held ég að við hefum bara skellt okkur í gerðargreindur á fullu og segja að það er örugglega einhver inni sem er klár í þessu, hann bara býr til einn botta sem bara prófar plan. Þá bara setur þú inn þitt ferðarplan og botti bara tjekkar og segir nei, eða já. Þá erum við bara að einfalda þetta, við náum aldrei að stýra öllum upplýsingum þannig að það séu réttast, en bara reynum að nýta okkur það sem til er. Takk fyrir okkur.